It is moving season. Já, við erum að flytja núna í haust. Meira svona í lok september, byrjun október flytjum við og við höfum nóg að gera hérna heima. Ég nenni ekki að tala mikið af því annars get ég bladrað í marga klukkutíma. Þannig að eigum við ekki bara að byrja að fara yfir dótið okkar og losa okkur við hluti sem við þurfum ekki. Jú, ég held það. Og við ætlum að byrja á skápnum hérna fyrir aftan mig. Ég þarf ekki að fara yfir púðana hérna uppi af því ég veit við erum að fara að flytja með þá og þeir eru bara fínir þarna uppi. Þetta er útlitið af þessu skáp og ég þoli ekki útlitið hérna uppi. Ekki heldur hann niðri en við dílum við það seinna. Þannig að við ætlum bara að díla við efri hilluna í dag. Förum við þetta og komum svo aftur upp í hillu. Búin að fara yfir þennan skáp. Þessi bunki hérna megin, þetta er bara dót sem við ætlum að flytja með inn í næstu íbúð. Þannig að ég ætla að setja það bara í svona fjölnóttapoka og geyma það þannig. Við erum ekki að nota þetta núna, mér langar að hafa matching sængurver og koddaver þá þetta er ekki þannig núna. Ég er hérna að fara yfir sokkana okkar helst, en fötin okkar almennt af því að mér langar ekki að flytja inn í nýja íbúð með sokka í götum. Þannig að ég er að taka alls sokkana okkar í sundur og fara yfir og ég vil heldur ekki alltaf vera í sokkum á honum Sesari af því að þeir eru ennþá svolítið stórir og óþægilegir fyrir mig. Þannig að ég er að fara yfir hvað ég á marga sokka og hvað hann á marga sokka. Hann á mest á sokkunum. Ég er ekki með náttúrulega eitthvað lengi en ég hendi inn smá svona litlum senum því að við vorum að fá okkur hvolp. Sem er bara besta ákvörðun í lífinu. Hann er at the moment í pössun hjá afa sínum og ömmu og því að hérna í íbúðinni sem við erum í núna eru engin gæludýr leyfð en í henni sem við erum að fara að flytja í er gæludýr leyfð og ég er svo spennt að búa bara með honum. Hann er svo ljúfur. Ég verði þetta hérna húsbóndinn hans og hann er alveg búinn að læra það og vill helst mömmu sína. Ég er búinn að vera hjá þeim yfir helgina og ég verð líka hjá þeim núna á næstunni. Ég er búinn að segja upp í vinnu sem ég er í núna. Ég er bara að fara að klára síðustu vikuna og ég vinn 50% þannig bara frá 12 til 4 svo ég get auðvitað sinnt kallinum, sinnt heimilinu af því að við þurfum auðvitað ennþá að pakka og græja fullt af hlutum hérna heima. Þetta er Chihuahua, hann var minnstur af systkinu sínum. Ég er komin heim frá Tindó, það er mánudagskvöld. Ég fór auðvitað að sinna hvolpinum okkar eða bara vera með honum af því hann þarf að venjast bóndanum sínum, húsbóndanum sínum. En allavega ég ætla að taka smá svona cleaning session frá 9 sem klukkan var að verða núna til klukkan svona segjum 10:30. Ég ætla ekki að taka ykkur með í því. Þá er maður búinn að vera sveittur að drífa literally. Þetta var samtals klukkutími sem ég dreif af því að ég tók mér svona pásu. Af því að síðast hringdi í mig og til í smá stund. Ég náði að taka þessa litlu hillu hérna sem var hérna niður. Ég fór yfir ylverni mín. Þetta eru eyrnalokkar sem ég eftir að fara yfir. Ég tæklaði glasahillin okkar. Ég nenni ekki að standa upp, ég ætla ekki að sýna ykkur þetta núna. Ég sýna ykkur þetta bara seinna.
Ég fór út í búð þegar Bónus keypti fullt af þrifdóti. Ég keypti fyrir ofnin, ég keypti meira pinkstuff af því ég elska pinkstuff og ég mun örugglega klára fullt af því. Ég ætla að blaðra, við ætlum að byrja að þrífa íbúðina fyrir að flytja út. Let's go and get the apartment ready to move out. Ruslapóki 1 er hálffullur og ég bara halda áfram að fylla hann. Og að því við eigum svo mikið af fjölnotapókum ætla ég að nota þennan undir það sem er í baði. Nokkuð sem er fara að styrkja mig í dag er Sunny Soda. Byrjum að þrífa. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Look at us. Þá er ég búin með speglskápinn og við ætlum alltaf fram í vaskinn. You and me, switched it up. Who's this? Stood up, your jeans so fresh. Vaskurinn er líka orðinn hreinn og fín. Við erum komin ykkar niður gólf til þess að drífa úr þessu skáp. So clean. 얼마나 기다렸던 날 드디어 feeling so right. 또 한 번 더 I need to know you want some more. You wear new tee, new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, so you see. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. Þá er ég búin með skápinn innan í og utanfrá og við getum haldið áfram. Núna komum við að því sem ég þola ekki að þrífa en er alveg duglega að gera sem er klósettið, þannig að sorry, þið munið sjá klósettið mitt en ég lofa að það er nógu hreint, mér nú bara að gera það betur. What we wanna do on and on again. Make it feel like a game. Look at us. Ég ætla að lega þess að liggja í 10 mínútur og ég set á fyrir eitthvað timelapse meðan, svo þrífum við áfram. Klósettið. Go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Look at us, you and me, switched it up. Who's this? Stood up, your jeans so fresh, so clean. 얼마나 기다렸던 날 드디어 feeling so right. 또 한 번 더 I need to know. Jæja, þá hefum við bara eitt eftir. Árum við erum búin í hennar baði sem er að þrífa styrkjana og svo fer ég auðvitað bara að skóla með litla styrktahausnum hérna gólfið og þá er baðherbergið klárt í bili. You want some more. Þá er baðherbergið okkar orðið fínt og ég get farið að slökkva ljósið og loka hurðinni. Þá er ég samt ekki alveg búin að þrífa fyrir daginn í dag því ég ætlaði að gera til 4. Klukkan er 15:37 þannig að við erum alveg að vera búin. You wear new tee, new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, you and me. You wear new tee, new jeans, you and me. Ég kem ekki meira garni í þessu tösku þannig ég ætla ekki að tróða meira ofan í en ég á ennþá smá mikið þannig að ég finn út hvað ég á að gera við það. Ég á líka fullt af dokkum sem ég þarf að gera upp á nýtt af því það er bara flækjur. It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Happy. Happy, happy, happy. Þá er klukka mín þrifin búin að hringja, við gerðum alveg nógu gott. Þetta er pásan fyrir daginn í dag. En ég meina fyrir það að ég var í 1 ára tíma að gera það. Myndi ég segja að þetta var productive. Nýr þrifdagur í dag er þriðjudagur og ég ætla að þrífa til klukkan 5
hérna heima. Áður en við byrjum, Nokkoin sem að fara að styrkja mig í dag Beruba. Byrjum að þrífa. Þá er ég búin með það sem við lögum hingað í sófann í gær. Það eru tvær dokkar sem ég náði ekki að gera út af flækju. Það er ein dokka sem átt að fara í þetta pils. Það er bara alltaf mikið af flækjum. Það er restan af flækjunni. Ég hef ekki þolað með þetta. Ég kann ekki losa flækju. Ég veit að þessi ákvörðun sem ég er að gera núna er ekki besta ákvörðun í heimi en ég verð að taka mig báðan upp. Ég er svo þreytt þessi daginn. Það er 50dagur 4. svefn og það er að koma að skoða íbúðina klukkan 5:30 í dag. Þannig að okkar íbúð sem við erum að fara að flytja út úr. Við vorum að fá það fréttir að við fáum afhent 29. þessar mánuðs. Þannig að ég er að fara að stúsast að reyna að gera hluti meðan ég er með lítinn móla með mér. Ignorið það að ég er að spila tónlistina í bakgrunninum. Þetta er bara að hjálpa mér að pakka og stemninga. Fatahengið þarna. Það var inn í herbergi. Ég er búin að taka það niður. Úps, það Daisy. Hæ, Steiti. Þetta var inn í herbergi undir föt. Þetta er ég núna að stúsast inn í herbergi þá hluti og ég ætla bara að taka með í The Last Bit. Búinn með þetta í bili, þetta eru bara pókar sem er fullir af fötum. Þannig að ég ætla að segja að þetta er gott í bili, ég veit að herbergi er í rústi, ég bara get ekki gert allt of mikið í einu og það er bara 2 vikur þannig að við flytjum, þannig að þetta er allt í góðu. Ég hef ekki updatað ykkur hérna á YouTube í smá langan tíma, en það er líka bara af því að við erum búin að vera busy, það er í alvörunni 10 dagar, þannig að við fáum íbúðina afhenta 11 dagar til við flytjum og ég er búin að vera svill að græja og gera hérna á heimilinu og þetta sjáum lilla kút auðvitað sé þess að búin að ná í þurrkara sem við fengum gefins. Við erum búin að hjálpa foreldrum mínum að flytja og við erum búin að hjálpa bróður hans að flytja og það er bara nóg að gera hjá okkur. Þessi mánuður, september, er busy mánuður hjá okkur. Við erum búin að panta bílinn sem við erum að fara að flytja með, kassabílinn. 30. þá erum við að fara að tæma út hérna. Ég er búin að tæma þessi skáp, ég er búin að setja aftur svona rusl inn í hann. Já, svona dót sem við erum að fara með, en það er bara fyrir okkur þvottusnúrinn í friði. Ég er búin að koma þvottakarónum hingað inn, það eru þetta frammi. Litli er komin í eitthvað svona næturskapið sitt. Ég var að fara að kasta þessu. Ég veit ekki hversu mikið ég mun taka upp núna að flytja út en það kemur líka vídeo af okkur flytja inn í íbúðina og græja hana alltaf og svo seinna kemur house tour þegar allt er orðið klárt og komið. Ég veit ekki hvað það tekur langan tíma en þessi litli hérna er búin að standa sig mjög vel að vera einn heima í íbúðinni. Ég var í burtu í smástund og heyrði svo allt í einu eitthvað hljóð úr kassanum. Þessi er búin að pakka sig sjálf frá hún í kassan. Ég get ekki meira. Lillabó, hæ. Hvað ert að gera þarna? Ég er að koma að hjálpa þér. Ég fór í vinnuna í dag en ég er komin heim. 5 tímum áður en ég var komin heim. Ég veit ekki hvort ég með ná að gera eitthvað í dag en ég ætla að sýna ykkur hvað ég náði að gera. Ég fekk 3 nýja kassa frá foreldrum mínum. Ég bjó til þennan stóra flotta stafla af kassum sem eru bara klárir. Föt, hundableiur, hundadót, föt. Ég á eftir að setja ískapinn aftur hingað inn í. Þetta er svona no joke. Herra en ég. Svo er ég búin að koma kassum inn í herbergi.
hluti sem ég er að vesenast með. Og ég er búin að tæma úr þessum skáp og þreifa hann að innan, þrífa þennan og tæma og þrífa þennan og tæma. Ég myndi segja að mér gengur þokkalega vel að gera þetta. Það er vika í afhendingu. Þá er ég búin að taka öll ljósin úr þessari hillu og pakka þeim. Ég hljóma örugglega ógeðslega dramatískt en mér finnst þetta svo surreal að flytja út úr fyrstu íbúðinni sem ég er búin að vera að leigja síðustu 4 árin. Það var fyrstu íbúðinni sem ég hef leigt ein, ekki búið hjá foreldrum og leigt með hérna maka og fara í aðra íbúð sem við erum að fara með þessum hérna gullmála. Það er svo surreal fyrir mér að ég veit ekki hvernig ég á að haga mér sko. Það er erfitt að taka upp að vilja með því en ég er að reyna mitt besta. Jæja, það er laugadagur og það eru 2 dagar í afhendingu þannig að öðrum deginum fáum við íbúðina afhenta. Þannig að ég ætla bara að enda þetta vídeo hérna og við sjáumst í næsta flutningavloggi sem verður þá að koma öllu dótin út og inn í næstu íbúð og gera hann klára.